af því að það ekki til nein fræðileg skilgreining á hugtakinu hól, þá ákváðum við að taka tvær skilgreiningar. Það er að segja að velja það sem að land rís 50 cm frá öllum hliðum og þar leiðandi velja það sem, og telja það sem eina eigind. Þannig að þá fáum við ekki hól ofan á hól. Og samkvæmt þeirri skilgreiningu eru hólarnir 729. Svo hin skilgreiningin það að meta og skoða hvar eru toppar í landslaginu. Og þá ákváðum við að skilgreina þannig að það sem að land rís að minnstakosti 1 meter, að það væri hóll. Og þá fáum við rauninu hóla ofan á hól og þá fáum við líka miklu fleiri hóla á svæðinu. Og ef við notum þessa skilgreiningu, þar sem að land rís 1 meter og myndar topp, þá eru hólarnir 1836. Sko, með því að notast við dróna og fá háskerpumyndir og notast við greiningamöguleikana sem við höfum í landupplýsingaforritum, þá getum við, eftir okkar skilgreiningum, talið hólana. En við gerum það meðvitað að nota tvær aðferðir til að sýna fram að hve mikill munur á milli fjölda hóla eftir mismunandi skilgreiningu. Ef við notumst við okkar skilgreiningar, þá getum við sagt að hólarnir séu teljandi, en svo alltaf spurningin, hvað finnst öðru fólki vera hóll?